Góðir fundargestir, ég býð ykkur öll velkomin á þennan ársfund LSR og lýsi fundinn settan. Ég gera tillögu að Harald Gunnar Halldórsson verði fundarritari. Já, fundarstjóri. Ef það engar athugasemdir eða tillögur annað, þá legg ég til að hann standi hér upp og taki við fundarstjórn. Gjörðu svo vel. Já, góða fundarmenn, ég þakka það traust sem þið sýnir mér með því að fjalla með fundarstjórn í dag. Ég ætla að láta það verða mitt fyrsta verk að skipa þessum fundi fundarritara og það tillaga að Vala Rebekka Þorsteinsdóttir, kollegi minn hjá sjóðnum riti fundargerð. Eru tillögur annað? Mér heyrist ekki og ég bið Völu Rebekku að taka til fundarritunina. Ég vek athygli fundarmanna á því að þessi fundur í beinu streymi á netinu fyrir þá sem hafa skráð sig til að horfa á það og það boðið upp á þátttöku í fundinu með rafrænum hætti. Það þýðir að hér á skjánum slóð sem hægt að skrá sig inn á og með því að skrá inn númerið sem gefið þar upp á neðst á glærunni hægt að koma spurningum til fundarins með skriflegum hætti. Ég bið þau sem að nýta sér þennan möguleika að hafa spurningarnar skýrar og hnitmiðar þar sem þær verða lesnar upp af starfsmönnum fundarins undir viðeigandi liðum hér á eftir. Upptaka af fundinum verður síðan gerð aðgengileg á heimasíðu sjóðsins. Og það rétt í upphafi að kanna hvort það hafi verið boðið til fundarins með þeim hætti sem að samþykktir ákveða og það kemur fram í grein 11.1 í samþykktum fyrir LSR að stjórn boðið til ársfundar. Það ber að auglýsa fundinn í dagblaði, útvarpi eða á annan sambærilegan hátt með að minnstakosti 14 daga fyrirvara. Þessi fundur var auglýstur á heimasíðu sjóðsins frá og með 21. apríl og ég hef séð auglýsingu sem birtist í prentútgáfu Morgunblaðsins þann 20. apríl. Boðun fundarins uppfyllir því formskilyrði sem eru gerð til hans og þetta lögmætur ársfundur. En við göngum þá til dagskrár. Við sjáum hana hér á skjánum og hún samkvæmt samþykktum sjóðsins. Ég ætla að gera það tillögu minni til fundarins að við förum yfir skýrslu stjórnar, skýrslu framkvæmdastjóra, yfirferðum breytingar á samþykktum og skýrslu tryggingastarffræðings í einni samfellu og opnum svo fyrir umræðum þessa liði að þeim loknum. Og ef það ekki athugasemdir við þetta, þá skoða ég það samþykkt. En þá vil ég bjóða stjórnarformann velkomin í pontu aftur til að flytja skýrslu stjórnar. Jökull Olsson, gjör svo vel. Já, góðir fundargestir. Afkoma LSR á árinu 2025 var ágæt við talsvert erfiðar aðstæður á mörkuðum. Bæði hér heima og erlendis. Raunávöxtur sjóðsins í heild var 2,7% og jukust eignir sjóðsins rúmlega 107 milljarða króna. Heildareignir sjóðsins hafa aldrei verið jafn miklar eða 1664 milljarðar króna miðað við síðustu áramót. Til að setja stærð eignasafnsins í samhengi má nefna að það samsvarar rétt þriðjungi af landsframleiðslu Íslands á síðasta ári. Megindeild sjóðsins, A-deild, heldur áfram að vaxa hratt og ánægjulegt að geta þess að tryggingafræðileg staða hennar var jákvæð sem nemur 0,8% í lok árs og var því jákvæð annað árið í röð. Þá fjölgar enn þeim sem greiða iðgjöld til sjóðsins en virkir sjóðsfélagar voru 32.000 á síðasta ári. Á árinu 2025 greiddi LSR rúmlega 117 milljarða króna í lífeyris- og séreignagreiðslur eða tæplega 10 milljarða á mánuði að meðaltali, sem sýnir vel hversu umfangsmikil starfsemi sjóðsins ekki bara fyrir sjóðsfélagana, heldur fyrir efnahagslífið í heild. Tæplega helmingur eigna LSR fjárfestur á erlendum verðbréfamörkuðum.
Í umfangsmiklu eignasafni eykur það eigna- og áhættudreifingu að fjárfesta utan landsteinanna, en það fjölgar leið áhættuþáttum í starfsemi sjóðsins. Þannig geta til dæmis pólitískur óstöðugleiki á heimsvísu og sveiflur í gengi krónunnar haft töluverð áhrif á ávöxtun hverju sinni. Á síðasta ári styrktist íslenska krónan til að mynda tæplega 10% gagnvart bandaríkjadollar, sem helsta uppgjörsmynt sjóðsins á erlendum eignum. Og það dró töluvert úr ávöxtun sjóðsins af erlendum eignum í krónum talið. Árið 2025 var sannkallað umbrotaár, sér í lagi þegar horft til alþjóðamála og erlendra markaða. Ekkert lát var á stríðsátökum í Úkraínu og fyrir botni Miðjarðarhafs. En í kjölfar forsetaskipta í Bandaríkjunum í upphafi árs jókst óvissustigið bæði í alþjóðastjórnmálum og á fjármálamörkuðum. Óútreiknanlegar ákvarðanir álagningu tolla í milliríkjaviðskiptum ollu miklu flökti á fjármálamörkuðum og hafa haft aukinn kostnað í för með sér, sem hefur ýtt undir verðbólgu heim allan. Þá sköpuðu yfirlýsingar ráðamanna í Bandaríkjunum mögulega yfirtöku á Grænlandi í óþökk Evrópuríkja verulega óvissu samskipti vestrænna þjóða undir lok síðasta árs. Þrátt fyrir að öldurnar hafi lægt hvað Grænland varðar, hefur óvissuástandið síst lagast, það sem af þessu ári. Með hernaði sínum í Íran hafa bandarísk stjórnvöld kallað fram miklar hækkanir á heimsmarkaðsverði olíu og þar með aukið enn á óvissu í alþjóðamálum og alþjóðaviðskiptum. Sá stöðugleiki sem einkennt hefur alþjóðlegt fjárfestingaumhverfi á undanförnum árum hefur vikið fyrir stórauknu valdabrölti stórvelda og standa horfur til þess að áfram verði róstursamt í heiminum næstu misserin. Það því ljóst að pólitísk áhætta á fjármálamörkuðum hefur aukist og fyrir LSR nauðsynlegt að líta til þess við áhættudreifingu á eignasafni sjóðsins. Fleiri blikur á lofti vestanhafs því þar hafa skuldir hins opinbera vaxið hratt, auk þess sem ávöxtun á fjármálamörkuðum síðustu misserin hefur að miklu leyti verið drifin áfram af fáum stórum tæknifyrirtækjum í tengslum við þróun og uppbyggingu gervigreindar. Þar með eykst áhættustigið á bandarískum fjármálamarkaði, sem kemur til viðbótar við pólitísku áhættuna sem áður var lýst. Bandarískur hlutabréfamarkaður myndar ríflega 70% af heimsvísitölu hlutabréfa og bandaríkjadollar mikilvægasta viðskiptamynt heimsins. Þar af leiðandi eru bandarískar eignir töluverður hluti af eignasafni LSR. Í ljósi ofangreindra áhættuþátta eru bandarískar eignir nokkuð undirvigtaðar í eignasafni sjóðsins þessa mundir og ekki útlit að breyting verði á því í bráð. Það bar helst til tíðinda á innlendum vettvangi hjá LSR að á síðasta ári náðist sátt slit ÍL-sjóðs, sem mikið fagnaðarefni. Miklir hagsmunir voru undir bæði fyrir lífeyrissjóði og ríkissjóð og því skipti höfuðmáli að leiða málið til farsællar niðurstöðu. Á síðasta ári áttu lífeyrissjóðir og stjórnvöld í góðu samtali endurskoðun á fjárfestingarheimildum lífeyrissjóðanna. Markmið þeirra vinnu að einfalda regluverkið, draga úr magnbundnum takmörkunum og auka vægi skynsemisreglu við mat á fjárfestingum. Mikið hagsmunamál að ræða fyrir lífeyrissjóði og sjóðsfélaga þeirra. Enda þeim sniðinn þröngur stakkur í núgildandi kerfi miðað við hversu umfangsmiklar eignir þeirra eru orðnar. Lagafrumvarp byggt á þessari vinnu nú til meðferðar á Alþingi og eru bundnar vonir við að það verði samþykkt síðar á árinu. Árið 2025 markaðist einnig af umtalsverðu bakslagi í sjálfbærnimálum. Vestanhafs hefur markvisst verið dregið úr reglum á þessu sviði eða þær verið felldar úr gildi. Í Evrópu leiddi gagnrýni á sjálfbærnilöggjöf til þess að ESB hefur einfaldað regluverk sitt í þessum efnum. Hér á ferðinni varhugaverð þróun
sem einkennist af skammsýni. Þótt vissulega þurfi að gæta þess að regluverk gangi ekki of langt, megum við ekki leggja árar í bát þegar kemur að sjálfbærni. Sem langtímafjárfesti ber okkur skylda til að ganga ekki svo á náttúrulegar eða samfélagslegar auðlindir að þær skerði lífsgæði komandi kynslóða. Fyrir lífeyrissjóði snýst þetta ekki aðeins að hafa jákvæð áhrif á samfélag og umhverfi, heldur fremur að lágmarka þá áhættu sem fylgir ósjálfbærri starfsemi. Slík áhætta getur haft veruleg áhrif á fjárhagslegt virði eignasafns LSR til lengri tíma litið. Þar sem sjálfbærni áhætta raungerist gjarnan á löngum tíma mikilvægt að sjóðurinn greini hana og bregðist við henni með markvissum hætti, enda styður það við langtíma árangur í fjárfestingastarfsemi sjóðsins. Á síðasta ári var ráðist í endurskoðun á séreignaþjónustu LSR með það að markmiði að lækka rekstrarkostnað og bjóða sjóðsfélögum upp á einfaldari og betri valkosti. Tekin var ákvörðun að fækka séreignarliðum úr 4 í 2. Það verðbréfaleið annars vegar og innlánaleið hins vegar. Verðbréfaleið tekur mið af fjárfestingarstefnu A-deildar en þannig næst fram samlegð sem eykur skilvirkni við eignastýringu og umsýslu leið og stefnt að góðri ávöxtun til lengri tíma. Innlánaleið eru fjármunir hins vegar alfarið ávaxtaðir á innlánsreikningum sem lágmarkar sveiflur í ávöxtun fyrir þá sem það vilja. Með þessu verður séreignaþjónusta LSR með þeim hagkvæmustu á íslensku markaði hvað varðar rekstrarkostnað. Þegar einnig horft til þess að LSR tekur hvorki upphafsgjöld né sölulaun, innheimtir engin aukagjöld af iðgjöldum og engin gjöld ef hægt að greiða í séreignina, ljóst að séreign LSR afar góður valkostur fyrir sjóðsfélaga LSR. Undanfarin ár hefur LSR lagt ríka áherslu á þróun stafrænna lausna fyrir sjóðsfélaga. Í upphafi var lögð áhersla á innri vinnu í kerfum sjóðsins, en sú vinna nú farin að skila sér í auknum mæli til sjóðsfélaga með bættri stafrænni þjónustu. Meðal nýjunga sem kynntar voru til leiks á síðasta ári má nefna uppfærslu á lífeyrisreikningsvél, þar sem í fyrsta sinn hægt að reikna áhrif þess að taka hálf eftirlaun eða starfa áfram samhliða eftirlaunatöku auk nýs innskráningarmöguleika á mínar síður sem nýtist sérstaklega sjóðsfélögum búsettum erlendis. Þá voru fyrstu umsóknirnar í nýju rafrænu umsóknarkerfi sjóðsins teknar í notkun, en þær eru mun einfaldari og þægilegri í notkun en eldri umsóknir. Enn frekari nýjungar eru svo væntanlegar á þessu ári, enda rafræn þjónusta sífellt mikilvægari þáttur í þjónustu sjóðsins. Þjónustukannanir sýna að ánægja sjóðsfélaga með rafræna þjónustu LSR hefur aukist umtalsvert og ánægjulegt að sjá hvernig vinna síðustu ára hefur skilað mælanlegum árangri. Starfsfólk LSR stendur vaktina víðar en í rafrænni þjónustu. Sem dæmi má nefna að á síðasta ári bárust sjóðnum rúmlega 39.000 tölvupóstar. Símtöl voru yfir 13.000 talsins og heimsóknir í einkateig voru tæplega 3.700. Verkefnin voru því ærin hjá starfsfólki LSR sem rækti þjónustuhlutverk sitt í þágu sjóðsfélaga af mikilli prýði á árinu. Góðir fundargestir, ég vil að lokum fyrir hönd stjórnar sjóðsins þakka starfsfólki fyrir framlag þess, auk þess að þakka sjóðsfélögum, launagreiðendum og öðrum samstarfsaðilum lífeyris- og starfsmanna ríkisins fyrir gott samstarf. Takk fyrir mig. Já, ég þakka Jökli fyrir þessa yfirferð, en næst býð ég velkomna í pontu framkvæmdastjóra sjóðsins, Hörpu Jónsdóttur, en hún fer yfir ársreikning sjóðsins fyrir árið 2025 og gerir grein fyrir gildandi fjárfestingarstefnu. Þá mun hún að auki fjalla samþykktar breytingar.
Hjartalega velkomin öllsömmur. Þetta alltaf skemmtilegt að horfa svona yfir farin veg á einu sinni á ári hverju. Nú áður en ég vind mér í tölurnar þá langar mig aðeins að svona segja frá nokkrum áfangum eða helstu verkefnum sem við náðum árinu og ég kem nú til með að endurtaka svolítið af því sem stjórnarformaður fór yfir í ráðan en góð vísa aldrei of oft kveðin. Við náðum stórum, það víst aðeins hæðarmunur á okkur. Við náðum stórum áfangum á þessu ári. Nei, hætti nú alveg. Sást vel í mynd. Lífeyrisreiknivélin, þar kláruðum við svona stærra verkefni sem við verið með okkur dálítinn tíma en það voru svona flækjustig í restina sem við náðum að klára síðasta ári og það voru þessi nýju möguleikar varðandi eftirlaunin, það að fara hálfan lífeyri og nú hægt að leika sér með það líka í reiknivélinni. Og eins að sjá hvaða áhrif það hefur ef maður heldur áfram að starfa eftir að maður hefur byrjað að taka út lífeyri. Og sama með innskráningar á mína síður, það var stór áfangi að létta þeim lífi sem búa erlendis að geta skráð sig inn með einfaldari hætti en áður var. Og við erum að sjá bara sífellt fleiri sjóðfélaga flytja erlendis tíð og njóta hitans á suðrænum slóðum. Þannig að það ánægjulegt að geta gert þeim þetta einfaldara. Og sama með séreignina, þar vorum við að sameina leiðir og mun fara svolítið betur bara yfir hvernig það var á eftir. Á síðasta ári var líka mjög mikið vinna í öryggismálunum og netógnir og netárásir hafa aukist mjög mikið að það byrjaði bara með stríðinu í Úkraínu og þetta virðist vera viðvarandi. Og við höfum unnið ötullega því að sinna þessu því það er mjög mikilvægt að vernda allar þær viðkvæmu upplýsingar sem við höfum hjá okkur. Og þessu tengda þá tókum við líka gegn í persónuverndinni hjá okkur því við erum sífellt að hugsa að vernda gögn og upplýsingar sjóðfélaganna okkar. Og svo byrjuðum við á stóru verkefni í rafrænu umsóknarkerfi og erum að byrja það núna og kláruðum stóra áfanga á síðasta ári en enn stærri áfangar eru framundan. Og þetta mun gera sjóðfélögunum mun auðveldara að sækja því það verður búið forútfylla umsóknirnar þannig að þetta verður allt miklu einfaldara. Þannig að þetta er svona kannski svona stóru verkefnin sem mér langar svolítið að monta mig af á þessum fundi. Og þá ætla ég að vinda mér í tölurnar. Nú eignir LSR og ávöxtun. Hrein eign til greiðslu lífeyris, hún vex ár frá ári fyrir utan þetta ár þarna 2022 þar sem að markaðir voru nánast í frjálsu falli á niðurleið. En annars höfum við séð þennan upptakt og við erum núna með 1664 milljarða í síðustu áramót. En á myndinni má sjá hvernig A-deildin að vaxa á meðan B-deildin að það hægir þar á og það að byrja að dragast saman í B-deildinni. Ávöxtunin, hrein ávöxtun allra deilda og leiða. Í heildina litið þá var ávöxtun LSR raun ávöxtun 2,7%. sem liggur undir 3,5% viðmiðinu sem við gjarnan viljum ná. En það voru miklar verðsveiflur á mörkuðum, en svona heilt yfir litið var horft yfir allt árið. Það var ávöxtun almennt jákvæð en erfitt var að ná þessum mörkum. Og það ekki síst vegna gengisveikingu dollarans. Markaðirnir voru í ágætum takti en dollarinn, hann veiktist mikið gagnvart krónunni í kringu 10% og það hefur bara mjög mikil áhrif á ávöxtunina mælda í krónum. Þannig að það svona kannski hefur haft mjög mikil áhrif þessar sveiflur á gengi dollarans eða þetta sig þarna í upphafi árs. Nú A-deildin ávöxtun hennar var 2,4%
á meðan B-deildin var þetta 4,7 og aðalmunurinn þarna er að B-deildin er þyngri bæði í innlendum eignum en ekki síst í skuldabréfum og það voru þau sem gáfu nokkuð vel. Og leiðirnar, séreignaleiðirnar okkar, hlutabréfaleiðin, leið 1 gaf 2,5%, leið 2 3,4%, leið 3 1,7% og tilgreinda séreignin var í 2,3% í raunávöxtun. Aðeins svona þróun eignasafnsins í heild sinni, það eru litlar breytingar á milli ára. Þetta er náttúrulega risa tankskip og það þarf mjög mikið til þess að snúa þessu að einhverju marki. Við erum áfram að halda okkur svona við að vera þungi í erlendum eignum og ekki síst erlendum hlutabréfum. Það er stærsti parturinn þarna sem við sjáum þarna í kringum 40% eignasafnsins og kannski helstu breytingar á milli ára eru þau að við erum aðeins að færa okkur á milli skuldabréfa. Við ætlum að setja aðeins meira í fasteigna veðtryggð bréf, skuldabréf. Þetta eru bréf með örugg veð en á móti drögum við aðeins úr skuldabréfum á ríki og sveitarfélög og þarna sjáum við svona fyrir okkur að ná í aðeins betri ávöxtun með þessum hætti. Nú sjóðfélagalánin, það er alltaf gaman að skoða þau og eins og sjáið að myndinni hérna þá er þetta afar sveiflukennt. Sum árin hefur við verið að fara yfir 40 milljarða og önnur ári jafnvel bara 12-13 milljarða og þetta er eignaflokkur sem mjög erfitt að spá fyrir En á síðasta ári hjá okkur þá var mikil eftirspurn og lánuðum við út um 37 milljarða króna og það var svona cirka 50-50 í verðtryggðum og óverðtryggðum lánum, þar sem við lánuðum hann út á þessu ári. Og svona í heildina litið þá eru útistandandi lán, þau eru kringum 145 milljarðar og þetta er í kringum 9% af eignasafninu okkar. Og við sjáum svona hvernig yfir tíma þessi óverðtryggðu lán hafa verið að vigta aðeins meir og meir í lánasafninu frá því við byrjum að bjóða upp á þann valkost. Nú hrein raunávöxtun, hún hefur verið mjög sveiflukennd og við sjáum hérna á myndinni vinstra megin, við áttum 3 afar góð ár, 19, 20 og 21. Svo voru markaðir nánast í frjálsu falli þarna 22, vextir fóru upp á við og hlutabréfaverð niður á við. Og við höfum svolítið svona verið að berjast í bökkum síðan. Og það var slakt ár þarna 23 og 25 erum við svona að réttu kútnum en við náðum ekki þessari 3,5% ávöxtun sem við gjarnan viljum og þurfum að ná til lengri tíma litið. Á myndinni hérna við hliðina má sjá 5 ára meðaltal hreinna raunávöxtunar. Þannig að ári í ár þarna 25 þar erum við að taka meðaltal af 25, 24, 23, 22 og 21. Og við sjáum að svona meira og minna yfir þetta tímabil höfum við verið vel yfir 3,5% nema hérna í restina og þá erum við að sjá þessi svona ár sem hafa verið hérna frá 2022 með mjög neikvæða ávöxtun og bara tap og svo svona ávöxtun sem hefur legið svona svolítið undir 3,5% og þetta mun fylgja okkur auðvitað svolítið þegar við erum að horfa 5 ára aftur í tíman, það býtur í þarna 22. Þannig að það verður gott að það fyrir út úr þessu 5 ára meðaltali. Nú fjárfestingarstefnan, maður gera grein fyrir henni. Fjárfestingarstefna A-deildar, við erum með nánast ekki gera neinar breytingar þar. Stóra myndin er svo að við ætlum að halda áfram að auka við okkur erlendar eignir. Þannig að erlend skuldabréf og erlend hlutabréf þar ætlum við að gefa hans í og móti þá drögum við aðeins úr skuldabréfunum. Þetta er svona okkar langtíma stefna en þegar maður er með þetta stóra tankskip og horfir bara 1 ár fram í tíman þá sjáum við ekki mikla breytingar á milli ára. Þessu er dálítið öðruvísi farið í B-deildinni. B-deildin bara dregst saman mjög hratt
Og það sem er að gerast þá í stóru myndinni þar að við erum að draga aðeins úr hlutabréfum og koma eignunum yfir í meiri skuldabréf í íslenskum krónum til þess að séu minni sveiflur í eignunum. Og sérstaklega ætlum við að vinna því að draga úr innlendu hlutabréfunum. Því þau eru svona ekki eins auðseljanleg og þessi erlendu hlutabréfin eru ofboðslega stór markaður, þannig að það er svona gengur auðveldar að finna kaupanda þar, þannig að við erum svona markvisst að vinna í þessu svona hægt og bítandi við tíma. Breytingar á séreigninni. Það voru gerðar breytingar á fjárfestingarleið séreignar á liðnu ári. Og það var fækkað úr 4 liðum í 2. Og sjóðfélagar í séreign geta þá núna valið 2 leiðir, innlánaleið og verðbréfaleið. Og markmið með þessum breytingum var að lækka kostnað sem auðvitað kemur sér vel fyrir sjóðfélaga alla og hafa þetta einfalt. Fyrir breytingar þá var séreignin með 3 leiðir, leið 1, hlutabréfaleið. Hún var ekki þannig að það væri bara hlutabréf, heldur var nú þungi hlutabréfum, meginþorrinn var í hlutabréfum, en svo voru skuldabréf þannig inni líka. Og svo var það leið 2, skuldabréfaleiðin, og það var minnsta leiðin hjá okkur, það voru mjög fáir í þeirri leið, en hún var þyngst í skuldabréfum en var einnig með hlutabréf. Og svo vorum leið 3 sem innlán, sem eru góður kostu fyrir þá sem eru farnir að taka út. Það eru náttúrulega engar sveiflur. Og svo vorum við með tilgreinda séreign sem var með sinni eigin fjárfestingarstefnu. Og við höfum svo sameinað þetta núna, þannig að í séreign LSR er hægt að velja innlánaleið og verðbréfaleið. Og það verður þá sama leiðin og fjárfesti í tilgreindri séreign, en áfram er þetta aðskilið gagnvart sjóðfélagunum því það gilda mismunandi útgreiðslureglur og ýmislegt annað, en þetta verður svona fjárfest í sama potti sem á að vera til hagðarauka fyrir báðar leiðirnar. Þannig að það er sem sagt leið 1 og leið 2 í séreigninni sem hafa þá sameinast í þarna verðbréfleiðina þarna niðri sem er þá verður líka tilgreind séreign. Og fjárfestingarstefnan í ár þá fyrir þetta erum við þá bara með verðbréfaleiðina. Og þarna höfum við þá svolítið svona mynd þar sem við höfum þá tekið saman allar hinar leiðirnar og lagt saman hvað í þeim, leið 1, leið 2 og tilgreindu. Þannig að það er svona svolítið breytingar þarna og stóra myndinni þegar við erum lagt þetta allt saman í eitt púkk, að þá erum við aðeins að bæta við í hlutabréfin og aðeins að draga úr skuldabréfunum, en við erum samt sem áður að minnka vægi hlutabréfa miðað við það sem var í hlutabréfaleiðinni. Þannig að þetta er svona kannski svolítið sérstök mynd hvað það varðar, við eigum ekki alveg samanburð frá fyrra ári. Nú innlánaleiðin er svo bara eftir sem áður bara innlán. Nú yfir í reksturinn. Rekstrarkostnaður. Rekstrarkostnaður á árinu var í kringum 2.000 milljónir króna og í fyrra og árið í ár 2.266, þannig að þetta er aukning upp á 10,8%. Nú verðbólga á árinu var 4,5%, það er bara að hafa það í huga að allt sem við kaupum er orðið dýrara. Og svo höfum við bætt aðeins í starfsfólki þar sem að starfsemin er sífellt viðameiri. Þannig að það er svona helstu kannski kostnaðarliðirnir þarna eða skýringar á þessum breytingum. Nú kostnaðarhlutföll, það er hægt að taka þennan kostnað og deila í alls konar hluti, en við höfum svona valið að horfa á kostnaði hlutfalli af lífeyrisgreiðslum og kostnaði hlutfalli af hreinni eign. Og það er kannski sá kostnaður sem við hvað mest lítum til, kostnaði hlutfalli af hreinni eign. Og í A-deildinni þá var þetta hlutfall óbreytt á milli ára. Í B-deildinni þá hækkar þetta hlutfall úr 0,29% í 0,33%. Og það er vegna þess að eignirnar þær eru að dragast saman og þá verður kostnaðurinn stærra hlutfall því það kostar ekkert minna að reka deildina og það er jafn mikil fyrirhöfn að selja 50 milljarða og 5 milljarða. Þetta eru sömu handtökin sem fylgja þessu.
Nú í séreigninni þar var kostnaðaraukning frá 0,09 upp í 0,1 og við vorum svona að sjá þennan kostnað aukast og það var svona einn af þeim þáttum sem að hvatti okkur til þess að einfalda séreignina þar sem hún mjög lítill hluti af starfseminni og reyna að ná að halda kostnaðinum áfram lágum. Ef maður horfir á þetta sem hlutfall af lífeyrisgreiðslum að þá sjáum við í A-deildinni að þrátt fyrir að kostnaðurinn í krónutali sé að hækka þá þetta að lækka þetta hlutfall í lífeyrisgreiðslum þannig að lífeyrisgreiðslurnar eru að aukast meira. Og í B-deildinni það sami upp á teiningnum, lífeyrisgreiðslurnar aukast meira en kostnaðurinn. En í séreigninni var þetta öfugt farið, þar lítil hækkun. En á heildina litið kostnaður í hlutfalli af lífeyrisgreiðslum að dragast saman á milli ára. Aðeins sjóðfélagana. Þeir eru eins og formaður kom inn á áðan í kringum vel á yfir 32.000 og þetta meira og minna í sameigninni í A-deildinni. Þar erum við yfir 30.000 sem að borga til okkar. Og ef við tökum með alla þá sem geymdan rétt og eru farnir á lífeyri og eiga eitthvað svona snertiflutt við okkur þá erum við vel yfir 80.000 manns sem og við erum að halda utan upplýsingar allt þetta fólk. Og B-deildin þarna dregst mjög saman og við sjáum varla lengur þessa rauðu línu, þetta milli 500 og 600 manns sem eru enn að greiða til okkar. En að samanskapi erum við að borga heilmikið sem eiga ennþá geymd réttindi og við erum að borga fólki lífeyri þar. Og séreignin eins og sjáu, hún mjög lítil með að A-deildina þær eru jafn gamlar. Séreignin verður til með breytingum þegar A-deildin stofnuð og hún mjög lítil með að við A-deildina. Nú iðgjöld og lífeyrisgreiðslur, iðgjöldin við fengum til okkar 55 milljarða króna á síðasta ári og þetta meira að minna A-deildin sem að taka inn þessa aukningu. Það gaman að horfa bláu súlurnar í B-deildinni að við sjáum þær þarna mun stærri ef við kíkjum 10 ára aftur í tíman en þessi 500-600 manns sem að borga til okkar núna eru ekki að koma með það mikið inn svona samanburði við allt annað. Nú á móti kemur og þá vorum við að borga út hátt í 120 milljarða á síðasta ári og langstærsti parturinn B-deildin. Það var næstu því 90 milljarðar sem fór út í lífeyrisgreiðslur á síðasta ári, 89 milljarðar voru það. Og að hluta þetta fjármagnað frá ríkinu, ég kem aðeins betur inn á það á eftir. Þannig að ef við förum aðeins svona og horfum á þetta út frá ríkinu að þá hefur ríkið langt skeið verið að borga inn á skuldbindingar sínar. Því það var svona vitað að þetta myndi tæmast og ef við horfum bara síðustu 10 árin að þá kannski ef við fylgja aðalega bara eftir rauðu sólunum sem eru stóra sem eru svona auka framlög frá ríkinu að þá kom inn heilmikið 2017, síðan höfum við verið að fá þarna í kringum 8 milljarða inn á ári hverju, en í fyrra rúma 10. Og ef að ríkið hefði ekki verið með þessar auka greiðslur í langa tíma þá væri B-deildin orðin tóm í dag og væri þá bara að verða að keyra á bakábyrgðinni. Og aðeins greiðsluferil ríkisins að þá eru rauðu súlurnar eða flöturinn. Þetta hlutdeild launagreiðanda í lífeyrisgreiðslum og það bara skýrt kveðið á það í lögunum hvernig þessu skuli háttað og svona í fyrra og svona ári nokkuð næst að þá koma í kringu 40 milljarðar frá ríkissjóði inn í þessar greiðslur en við greiddum 89 milljarða á síðasta ári þannig að hinir 50 komu úr B-deildinni. Nú B-deildin með rúma 200 milljarða og með 50 milljarða á hverju ári pluss þessa 40 frá ríkinu þá klárast þetta á 4 árum ef ekkert kemur inn. Og þessi mynd sýnir svona þá dökku sviðsmynd ef ríkið kemur ekki með auka greiðslur inn að þá bara sjóðurinn orðinn tómur árið 31, þá kikkar inn bakábyrgð ríkissjóðs
og þá fara útgjöld ríkisins úr þessum 40 upp í 75 milljarða. Og ríkið er upplýst þetta. Við eigum árlegt samtal sem ég fer svona á dýptina með í þessa greiningu með ríkinu, þannig að þetta er ekkert sem kemur neinum á óvart, en þetta er myndin. Nú, það er svona erfitt að yfirgefa tölurnar á aðeins að tala tryggingafræðilega stöðu, en tryggingafræðingasjóðsins munu gera grein fyrir þessu, ítarlega grein fyrir þessu hér á eftir. En það er ánægjulegt að A-deildin er með jákvæða stöðu, 0,8%. Og B-deildin, ég hef valið að snúa þessu við, mér finnst pínu skrítið að tala mínus neikvæða stöðu í sjóði sem aldrei var ætlað að vera fulli fjármagnaður. Og það hefur verið vitað allan tíma, þannig að ég set þetta þannig fram að við erum bara að skoða heildareignir í hlutfall af skuldbindingum og nú erum við komin niður í eitthvað í kringu 17% sem er fjármagnað og restin er ófjármagnað. Yfir í samþykkta breytingarnar, þær eru í ferli eins og maður segir. Þær hafa verið afgreiddar frá stjórn sjóðsins og sendar inn til ráðuneytisins og þar er þetta í yfirferð og við höfum ekki von á neinni sérstakri endurgjöf þar, en þetta er ákveðið ferli sem tekur tíma og samskipti við fjármálaeftirlitið og ýmislegt annað. Og við erum með breytingar sem lúta að 2 þáttum. Það er lífeyrisaukað iðgjald og svo nokkrar breytingar í örorkunni. Nú, lífeyrisaukað iðgjald, þetta er svona þokkalega tæknilegt. En lífeyrisaukað iðgjald, það kemur til vegna breytinga á A-deildinni árið 2017 þegar ávinnslu var breytt úr jafnri í aldurstengda ávinnslu. Og LSR innheimtir þetta lífeyrisaukað iðgjald af launagreiðendum sem ekki eru fjármagnaðir að meirihluta á opinberu fé. Og iðgjaldið er greitt beint í ríkissjóðsins, þannig að LSR er einfaldlega bara milliliður og vegna þess að ríkið lagði fjármuni inn í LSR vegna þessara breytinga og lagði þó í raun og veru út fyrir þessa aðila og það er þá bara að rukka þetta inn ár frá ári. Þannig að þetta hefur ekki nein áhrif á stöðu lífeyrisaukasjóðs eða A-deildar. En það er lögð til ný aðferðafræði við ákvörðun á lífeyrisaukaiðgjaldinu. Gamla aðferðafræðin var þannig að við vorum að líta inn í alla framtíðina. En það sem það er verið að framkvæma þetta á hverju ári og bara ár fyrir ár að þá þótti réttara og betri nálgun að reikna þetta bara með því að horfa á hvert ár fyrir sig. Þetta munar ekki miklu í prósentum en aðferðafræðin er skýrar og einfaldari og þetta unnum við með tryggingarfræðingum sjóðsins. Og núna er það þannig að við reiknum þá viðbót við iðgjaldin hvað hefði þurft til að bæta upp munin á aldurstengdri og jafnri ávinnslu og innheimtu það og skilum til ríkissjóðs. Þannig að þetta er svona á ég segja fyrri samþykkta breytingin. Og seinni samþykkta breytingin eru 3 breytingar varða örorkuna og markmiðið var að stuðla auknu samræmi og samræma verklag á milli lífeyrissjóða því að nánast allir hafa greitt einhvers staðar annars staðar en til okkar. Menn koma yfirleitt einhvers staðar annars staðar við og þar erum við með 3 breytingar. Sú fyrsta er að metin sé hæfni til að gegna fyrra starfi 3 ár í staðinn fyrir 5 ár eins og var. Og eftir árin 3 þá er það metin hæfni til þess að gegna bara almennum störfum. Næsta breyting, hún er að örorka var í að minnstakosti 6 mánuði en það var 3 og þetta er svona í takt við eðli og prinsipin við lífeyrissjóði. Við erum eigum að grípa fólk til lengri tíma, við erum svona langtíma hugsun, við erum að borga eftirlaun í 10 ára. Og lokum þá er seinasta breytingin að það er ekki greitt fyrir fyrstu 3 mánuði eftir orkutap samhliða launagreiðslum. Þannig að ef menn er að fá laun þessa fyrstu 3 mánuði eftir örorku þá erum við ekki að greita örorkubætur ofan í það. Og áður en ég svona gef Benedikt tryggingafræðingi sjóðsins sviðið þá langar mig kannski aðeins þess að horfa svona fram á veginn og inn í árið 2026
hvað er það sem að svona heldur fyrir mér vöggu á nóttunni? Og stóra myndin er bara þessi mikla óvissa á alþjóðavettvangi og viðvarandi verðbólga. Það er svona stóra myndin. Og óvissa er á alþjóðavettvangi, meðal annars vegna stríðsátaka og stjórnmála ástands og margra fleiri þátta. Og þetta hefur áhrif á eignaverð niður á við. En á móti kemur að það eru miklar væntingar framtíðararðsemi út af gervigreind og þá hjá tæknirísunum og það er sá hluti sem hefur verið að vaxa og maður getur svona spurt sig, eru þessar væntingar of bjartar og að myndast þarna bóla? Þannig að það eru svona óvissur í báðar áttir. Nú ef við förum heima við þá er viðvarandi verðbólga, hún hefur verið þrálát hér hjá okkur og þetta hækkar skuldbindingasjóðsins, þær eru verðtryggðar. Og það er áskorun að ná hárri raunávöxtun í slíku umhverfi því þegar verðbólgan er há þá þarf nafnávöxtun að vera þeim mun hærri til þess að toppa það. Svona til viðbótar við þessa stóru mynd að þá áfram eru netógnir og stafrænt öryggi áhættuþáttur sem við ætlum að vakta vel í ár líka og það er bara sífellt meiri áskorun að vernda viðkvæmar upplýsingar. Og þá er enn óvissa á húsnæðislánamarkaði varðandi túlkun á skilmálum lánasamninga, einhver hvað snýra ákvörðunum og breytingum á breytilegum vöxtum. Og eins og staðan er þá veitum við ekki slík lán. Við veitum eingöngu lán sem er verðtryggð á föstum vöxtum og við erum að þessu ári og núna þessar vikurnar að vinna að því að skoða svona framtíðina hvað varðar meira lánaframboð. Þannig að þetta er svona það sem ég langar að segja áður en ég gef Benedikt orðið. Það þarf að stilla þetta alltaf. Hérna. Já, við þökkum Hörpu fyrir greinagóða yfirferð yfir starfsemi sjóðsins á árinu. Áður en lengra er haldið vil ég minna fundamenn á að það er hægt að koma spurningum til fundarins rafrænt með því að fara inn á þá slóð sem var tilgreind í upphafi fundarins og er að finna á heimasíðu sjóðsins. En næstan býð ég velkomin í pontu Benedikt Jóhannesson til að fara yfir tryggingafræðilegar úttektir stöðu sjóðsins. Gjörðu svo vel. Já, fundarstjóri og góði sjóðfélagar. Ég fer núna yfir tryggingafræðilegar athuganir vegna þess að sjóðirnir eða deildir sjóðsins eru athugaðar hvor í sínu lagi. En eitt er þó sameiginlegt með þeim báðum að við horfum á annars vegar áfallnarstöðu og hins vegar framtíðarstöðu. Áfallinstaða, það er allt sem gerst hefur til síðustu áramóta og það segir til þau réttindi sem sjóðfélagar eru þegar búin að ávinna sér með greiðslu iðgjalda og með ávöxtun á frádregnum kostnaði. Bíddu nú við, hér er ég komin í vitlausátt. Já, einmitt, nú er ég komin á réttan stað. Já, og já, þetta var nefnilega svolítið skrítið á þessari fjarstýringu er nefnilega bara hægt að fara til vinstri. Ég held að þetta væri svona einhver pólitísk skilaboð sem væri hérna. En nei, þar feilaði ég alveg. Nú, framtíðarskuldbindingar, þær segja til það hvað sjóðfélagar eiga eftir að vinna sér inn, virkir sjóðfélagar til eftirlaunaldurs miðað við þau iðgjöld sem að þeir greiða og þau réttindi sem iðgjöldin segja til Og ef vel á að vera þá eiga báðir þessi liðir að vera sem næst núlli, en það á eins og er ekki við akkurat þennan sjóð og hvoruga deild sjóðsins. En svona almennt talað þá gefur þetta tvennt heildarstöðuna. Forsendur eru nákvæmlega þær sömu eins og verið hafa undanfari eða voru í fyrra, þannig að það verður ekkert breyst í úttektinni. Byrjum á B-deildinni, það er alltaf best að byrja á lakari fréttunum. Harpa er búin að benda á það að staðan hér er
sannarlega ekki góð. Við erum hér með neikvæða stöðu upp á mínus 82% rúm og það þýðir það einfaldlega að eignirnar sem inn í sjóðnum eru nægja alls ekki fyrir skuldbindingum. Þetta hefur svo sem verið vitað í afar mörg ár og kannski alveg frá upphafi. Það er þó þannig að fyrirtækin sem að borga inn eða stofnæðinar sem eru bera stærstan hluta eða stóran hluta af lífeyrisgreiðslunni. Reglan er sem sagt sú að sjóðurinn borgar alltaf sömu krónutölu, þannig ef að sjóðurinn byrjar að borga segjum 100.000 krónur og svo smám saman þá hækka launin, að þá verður launagreiðandinn að bera allar hækkaðinnar og þegar við reiknum með því að þá skuldar sjóðurinn ekki nema 311 milljarða umfram eignir, sem eru náttúrulega augljóslega bara smápenningar. En það er peningarnir sem að ríkissjóður mun þurfa að borga og byrja að borga og í sjálfsög byrjaður að borga en borgar verulega miklu meira strax á næsta áratug. Þannig að þetta er samt staðan og þetta gefur nú kannski svona skýrari mynd af því hvernig staðan í raun og veru en ríkissjóður er búinn að færa þessa 311 milljarða til skuldar, þannig að þetta er ekki eitthvað sem kemur á óvart en engan síður þurfa að borga það. Ég gat það að launagreiðendur þurfa að borga stóran hluta af hækkunum eða allar hækkaðirnar reyndar og sem þýðir það að smám saman að maðurinn sem byrja á 100.000 krónum þá þurfti launagreiðandinn ekkert að borga en svo hefur þetta hækkað, segjum að 100.000 krónur hafi byrjað þarna árið 1996, þá væri það orðið núna 900.000 krónur og launagreiðandinn þyrfti að borga 800.000 krónur af þessum 900 en sjóðurinn alltaf sömu 100.000. Og þetta er alveg raunverulegt dæmi sem við sjáum með þetta vísu. Væri sjóðfélaginn orðið nokkuð gamall ef hann er búinn að vera á lífeyri í 30 ár, en við höfum alveg dæmi þetta því fólk bæði getur hætt hér eftir ákveðnum reglum 60 og eitthvað ára og svo verður það sífellt eldra og eldra, þannig að þetta sjáum við. Hérna, þetta vil ég bara leggja mikla áherslu á, þannig að það fari enginn hér frá þessum fundi án þess að vita það að framlag ríkisins er alltof lágt. Það væri skynsamlegra að byrja að borga meira á hverju ári og dreifa þessu höggi sem að verður á greiðslu ríkissjóðs á lengri tíma. Það hefur ekki verið mjög mikill skilningur á því almennt. Það er áhugavert að sjá súlurnar hérna, hvernig framlag ríkisins hefur verið undanfarin 10 ár. Það tók eftir árið 2017 var sérstaklega hátt framlag og veltir því hvað hafi þá verið að gerast í fjármálaráðuneytinu. En hér talað virka sjóðfélaga, að hér erum við með bæði konur og kalla og við sjáum það að þetta er ekki nema rétt innan við 500 manns sem eru ennþá virkir sjóðfélagar og þar af eru fá ár í það að það verði vel innan við 200. Það er þannig í sumum sjóðum að sá sem að fer síðastur út úr sjónum, hann á restina af sjónum, en ég er ekki viss að það sé æskilegt í B-deildinni vegna þess að þá myndi hann eiga mínus 311 milljarðar sá sem færi síðastur út. En svona er þetta og hefur dreifst. Ég gerði það svona til fróðleiks að athuga hvernig eru ellilífeyrisréttindin hérna, þetta er meðalréttindin. Þetta segir ekki endilega að þetta sé fullur lífeyrir þessara lífeyrisþega vegna þess að það eru margir sem eiga réttindi í fleiri en einum lífeyrissjóði, en aftur á móti þá er þetta með hæstu greiðslum sem að maður sér úr lífeyrissjóðum.
En svo eru náttúrulega margir sem eiga réttindi bara hafa ekki til dæmis verið að kenna eða vinna hjá ríkinu í skamma stund en eiga sín megin réttindi annar staðar. En engu að síður sýnir þetta að réttindin hafa verið mjög mikil. Munin þarna á körlum og konum í réttindum, það skýrist að því að þeir eiga mismikil réttindi. Ég ætla ekki að túlka það neitt frekar. Nú þá að koma að deildinni og það eiginlega ánægilegt. Þetta með bestu stöðu, gott ef ekki bara besta staða á deild lífeyrissjóðs og hún jákvæð 0,8% og annað árið í röð sem hún jákvæð. Það var brugðist við því að neikvæðri stöðu af stjórn sjóðsins fyrir nokkrum árum og þetta mjög gott. Það mjög mikilvægt fyrir sjóðfélag vegna þess að A-deildin þar eru það iðgjöldin sem standa á bak við réttindin og þess vegna er það mjög mikilvægt fyrir sjóðfélaga að staðan sé jákvæð. Ég sagði það í upphafi máls míns að það væri eðlilegast í flestum tilvikum að bæði áfallin staða og framtíðarstaða væru sem næst núlli. Það á ekki við A-deild LSR vegna þess að hún með mjög blandað kerfi. Ég ætla ekki að fara alveg í það í minnstu smáatriðum en aðal mismunurinn sá að til ársins 2017 þá var svonefnd jöfn ávinnsla, það að segja menn unnu sér alltaf en í sömu réttindi á hverju ári og það þýddi það að fyrir einhvern sem var að borga inn og var 30 og borgaði inn af launum sem voru segjum 500.000 þá fekk hann sömu réttindi og sá sem var 65 ára og var að borga inn af 500.000 krónar launum. Jafnvel þó að þessi 30 hans iðgjaldætti eftir að ávaxtast í 4. áratug meðan að sá eldri var alveg að fara á eftirlaun og var ekki löng ávöxtun. Nú þetta kerfi sem var búið að hverfa frá á almennum markaði, það bil áratug áður eða rétt rúm áratug áður, en hér var þetta gert árið 2017 og það þannig að þeir sem voru á gamla kerfinu hafa rétt til að borga áfram og fá réttindi en þeir sem koma inn eftir þetta þeir hafa ekki þennan rétt. Þannig að við erum með blöndu hér af svonefndu aldursháðu kerfi sem þýðir það að yngri sjóðfélagar fá meiri réttindi að þeirra ávaxta þeirra iðgjöld lengur og réttindi með jafnri ávinnslu. Þess vegna þurfum við í þessum sjóði að horfa á heildarstöðuna. Þetta nú svolítið flókið en þetta mjög einfaldur útgáfa af því sem raunverulega að gerast hér. Hér svona mynd sem sýnir hvernig breytast lífeyrisskuldbindingar lífeyrissjóða. Jú, maður byrjar með einhverja skuldbindingu í ársbyrjun, svo tökum við verðbætur og vexti, við reiknum 3,5% raunvexti og verðbólgununa og það eru í þessu tilviki 84 milljarðar. Það koma inn í iðgjöld og þau gefa réttindi en það borguð út lífeyrir og þá búið að gera þau réttindi upp. Nú svo þessi lífeyrisauki, það svona hluti af þessum flækjustíði sem ég var að tala þegar það var skipt úr jafnri ávinnslu yfir í aldurstengda ávinnslu. Þá var settur sjóður, lífeyrisauka sjóður sem kemur ákveðið framlag úr. Rekstrakostnaður, hann núvirðum við tökum rekstrakostnað síðustu 30 ára og núvirðum hann næstu 50 árin og svo koma aðrar breytingar þarna í lokin. Það þýðir það að
Þarna þessi tala í plús, hún í mínus þarna árið áður. Þetta afar lítil tala miðað við heildina. Við sjáum það að þetta ekki nema 0,2% cirka. Þannig að það þýðir það einfaldlega að fólk lifði aðeins lengur heldur en við gerðum ráð fyrir. Árið áður þá hefur fólk af aðeins fleiri dáið heldur en var gert ráð fyrir. Þetta eru tölur sem svo litlar að það ekki neitt tölfræðilega marktækt og gefur neinn ástæðu til að skoða það nánar. Kannski aðeins að vikja þessari ávöxtun vegna þess að í B-deildinni þá var ávöxtun afar góð, var bara einstaklega góð og ég held að það var bara besta ávöxtun í nokkrum lífeyrissjóði í fyrra. Engu að síður þá versnaði afkoma B-deildarinnar í fyrra og það eitthvað sem ráðgáta. Hvers vegna getur staðan versnað þegar að ávöxtun umfram 3,5%? Jú, í B-deildinni það vegna þess að þar fylgja réttindin ekki verðbólgu heldur fylgjaðu launahækkunum og launahækkanir hjá ríkinu í fyrra voru rúmlega 10%. Þannig að jafnvel þó að væri ávöxtun upp á rétt 9% sem var fín raunávöxtun, þá náði hún enga síður ekki réttindahækkunni og staða deildarinnar versnaði. Þannig að það þarf að hafa margt í huga þegar maður að skoða þessar mismunandi deildir. Hérna skoðum við það hvað ef að forsendurnar sem við gefum okkur standast ekki. Við sjáum hérna neðst að núverandi staða, það að jákvæð staða upp á 0,8%. Ef örorkulíkurnar aukast 10% og það getur verið að þær séu svona, sjáum það svona undirliggjandi þá hafa örorkulíkur verið að aukast sérstaklega hjá sjóðum sem hafa sögulega séð verið með litla örorku, en það myndi ekki hafa gífurleg áhrif á þennan sjóð vegna þess að hér örorka sem betur verið ekki mjög mikil. Ef lífslíkur hliðrast 2 ár, þar sé ef allir lifa 2 árum lengur heldur en við gerum ráð fyrir, þá hefur það vissulega áhrif, en nú þegar gerum við ráð fyrir því að sérhver árgangur muni lifa aðeins lengur heldur en árgangur nú undan. Þannig að ég tel að sé afar ólíklegt að við sjáum þessa breytingu þarna að líftöflur hliðrist 2 ár. En ef að ávöxtunin versnar úr 3,5% niður í 3%, þá hefur það mjög alvarleg áhrif á stöðu sjóðsins og alvarleg áhrif þar með á afkomu sjóðfélaga í framtíðinni. Maður heyri það stundum að sérstaklega menn á fjármálamarkaði tala það eins og þetta sé lítið mál að miða bara við 3% eða einhverja lægri tölu þarna, en þetta myndi valda því að það yrði að lækka réttindi í sjóðnum rétt það bil 8%. Þannig að þetta ekki gaman mál að tala svona og mjög leiðilegt þegar að fólk sem á að vera ábyrgt á fjármálamarkaði talar með þessum hætti. Rétt að tala með þennan lífeyrisaukasjóð. Þegar ég talaði hér í fyrra þá sýndi ég stöðu lífeyrisaukasjóðsins mörg ár aftur í tímann, en það má segja það að á árinu 2025 hafi verið eins konar nýtt upphaf í þessum sjóði vegna þess að það var svonefndur varúðarsjóður sem að ríkið hafði lagt inn til LSR, það voru skuldabréf sem lágu þar, og á árinu í fyrra þá var rétt tæpur helmingur þess sjóðs greiddur inn í lífeyrisaukasjóðinn vegna þess að skilyrði til þess að greiða það inn, þau voru uppfyllt, og þegar það var gert þá var staðan á sjóðnum -5%. Hún núna -6,3%. Það auðvitað ekki gott, en við fylgjumst mjög náið með því, bæði reiknum við ýmislegt þetta hverju ári og starfsmenn sjóðsins fylgjast mjög grannt með þessu, þannig að það enn til töluverðar fjárhæðir í þessum varasjóði og vonandi þarf ekki að grípa til hans.
kannski að upplýsa sjóðfélaga það að þessi réttindi sem að fylgja lífeyrissjóði, þau glatast ef að menn hætta að vinna hjá ríkinu í meira en 1 ár eða það er að segja þeir vinna sér ekki frekari lífeyrisaukaréttindi og það sama gildir ef að menn fara á snemmtöku lífeyris. Þannig að það er svona eitthvað sem að þarf að hafa í huga þegar við erum að meta þetta. Hvort tveggja höfum við séð þetta heldur vera aukast undanfarin ár. Þannig að sjóðurinn væntanlega batnar. Nú þarna er bara sýnt hvernig iðgjöldin hafa breyst. Sjáum það að þau yfirleitt fara blái ferillinn, það er árið 2025. Hann er yfirleitt aðeins hærri, hefur bara ýst aðeins til hægri en þegar við erum komin umfram 60 þá sjáum við að þeir falla alveg saman og það er vegna þessara auknu snemmtöku lífeyri sem við höfum séð gerast hér undanfarin ár. Nú, hér stilti ég upp meðal réttindum á mánuði hjá virkum sjóðfélögum og þau eru rúmlega 500.000 krónur sem er líka með því besta sem gerist hjá lífeyrissjóðum og það er þarna munur á körlum og konum þangað til, í þessu tilviki rétt fram yfir 70. Þetta er nú ekki mjög margir einstaklingar sem að vinna fram yfir 70, en nú er það hægt að vinna fram yfir 70 og vinna sér inn réttindi hér áfram, þannig að þau hækka. Það er svona minnstakosti teóritískt er það hægt. Það er ekki mjög margir sem gera. Ef við horfum á ellilífeyrisþegana, þá eru réttindi þarna miklu lægri og þetta geti bent til þess að þessi sjóður væri miklu lakari heldur en B-deildin. Hann er vissulega öðruvísi, en ástæðan fyrir því að við erum ekki að sjá hærri tölur þarna er einfaldlega svo að þessi deild er ekkert mjög gömul. Hún er ekki nema rétt það bil 30 ára og þannig að það eru engir sem hafa náð að borga alla sína starfshæfi í A-deildina og þeir sem eru þarna orðnir aldraðir, komnir yfir áttrætt, tala nú ekki eldri, þeir hafa bara borgað brot af sinni starfshæfi í A-deildina og þá á fyrri hluta ævinnar væntanlega í aðra sjóði. Þá hef ég lokið mínu máli. Já, takk kærlega fyrir, Benedikt. Nú erum við komin á þann stað í dagskrá þessa fundar að við tökum upp umræðu þær skýrslur sem hafa verið fluttar og ég ætla að benda fundamönnum á að þegar við höfum fjallað þær skýrslur þá tökum við upp liðin önnur mál. Þannig ef að fundamenn hafa athugasemdir, ábendingar eða spurningar eitthvað annað en það sem hefur verið til umfjöllunar þessum skýrslum þá tökum við það fyrir hér á eftir. En mælendaskráin er opin og þar sem þessi fundur er í streymi og er tekin upp, vil ég biðja þá sem að kveða þessi hljóð sem að koma hingað upp í púltið svo að hljóð og mynd skili sér sem allra best. En ef aðilar hafa ekki tök á því, þá eru starfsmenn fundarins reiðubúnir að koma út í sal með hljóðnema, ef það hentar betur. En orðið er laust þær skýrslur sem hafa verið fluttar. Ég sé eina hend á lofti, gjörðu svo vel. Og ég vil biðja fundamenn að kynna sig með nafni og hafa fyrirspurnir sínar skýrar og hnitmiðar eins og hægt er, svo að það sé hægt að fá fram sem gagnlegust svör við þeim. Gjörðu svo vel. Já, góðan dag. Ég þakka kærlega fyrir þessa framsögu hjá okkur og ég heiti Elsa Bjartmars og ég hef verið að hugsa mikið þetta, hvernig ykkur dettur í huga að vera að kaupa meira erlendis þegar heimurinn er svona viðsjálfverður eins og hann er af bréfum. Ég skil þetta ekki, ég held þetta eftir að fara mikið meira niður heldur en nú er. Takk fyrir.
Já, takk fyrir Elsa og ég held að það sé rétt að fá framkvæmdastjóra sjóðsins til að svara þessari fyrirspurn. Jæja, þá er það hérna. Svo er það hérna. Takk fyrir Elsa, þetta er mjög góð spurning og hlutur bara sem við höfum líka velt fyrir okkur innan búðar. Það er mikið í gangi erlendis en allt þetta hefur áhrif á innlenda markaðinn. Þannig að við erum á innlendu markaði ekkert í þessu skjóli og við höfum séð bara að innlendi hlutabréfamarkaðurinn hefur verið mjög erfiður. Þannig að lausnin er í raun og veru ekki að vera áfram hér innanlands því að við verðum fyrir þessum áhrifum. Við höfum farið með svolítið aukinn pening í innlend skuldabréf því vextir hafa verið háir og þar höfum við virkilega svona verið að gefa í en í stóru myndinni með þá 10 milljarða sem við fjárfestum fyrir þá getum við einfaldlega ekki einungis fjárfesti í innlendu ríkisskuldabréfum. Það er áhættudreifing fólgin í því að fara erlendis þegar við erum farin að tala hlutabréfin. Þar er miklu meira úrval og þar er mikið meiri seljanleiki og við erum að horfa 10-20 ár fram í tíma. Og það er mikil áhættudreifing að vera með eggin í fleiri körfum en á Íslandi. En þetta er góð spurning og þetta er hlutur sem við veltum fyrir okkur á hverju ári þegar við setjum fjárfestingarstefnu. Vona þetta svari. Það er ekki nóg til. Nei, nú verður þetta flókið. Já, takk fyrir Harpa. Eru frekari fyrirspurnir til forsvarsmanna sjóðsins það skýrslur sem hafa verið fluttar? Eru spurningar sem hafa borist af netinu, skilst mér? Já, það eru 3 spurningar frá Þorsteini Sæmundsinni sem kannski bara, þess ekki best að ég lesi það bara allar upp í einu og síðan tökum við þær bara svona í kjölfarið. Fyrsta spurningin er siðanefnd fjárfesta starfandi? Ef nei, stendur til að taka hana upp. Ef já, samræmist að eiga hlut í félagi sem selur vín þrátt fyrir ákvæði laga ríkis einkasölu. Og síðan næsta spurning, hvernig er háttað vali á stjórnarmönnum í stjórnir fákeppnisaðila á nauðsynja vörumarkaði? Er stjórn LSR sátt við að lífeyrisþegar greiði lífeyri sinn með okurverði fákeppni? Og svo er þriðja spurningin, stendur til að selja hlut LSR í Högum, haldi félagi sölu áfengis þrátt fyrir ákvæði laga ríkis einokun? Já, takk fyrir. Það er spurt ýmis álitamál þarna. Það er framkvæmdastjóri sjóðsins sem að svarar þessu. Jú, ég vind mér bara beint í spurningarnar. Það er ekki starfrækt siðanefnd hjá sjóðnum hvað varðar fjárfestingar, en sjóðurinn er með stefnu ábyrgar fjárfestingar og þar undir er samfélagsleg ábyrgð og við fjöllum þessa þætti í þeirri umgjörð sem það er. Hvað varðar að eiga hlut í félagi sem að selur vín þrátt fyrir ákvæði laga ríkis einkasölu, að þá erum við að fylgja þeim málum grannt eftir og það eru mál í kerfinu, dómskerfinu sem að við fylgjumst vel með og meðan úr þessu hefur ekki verið fullkomlega skorið að þá höfum við ekki talið ástæðu til þess að grípa til aðgerða. En máli horfur auðvitað öðruvísi við ef lagalegur óvissu hefur verið eitt og fleiri mál hafa komið og það búið að velta upp öllum steinum að þá þarf að skoða bara stöðuna eins og hún verður upp í þá. Eins og staðan er að þá er enn óvissa í kringum þetta þannig að við fylgjumst bara mjög grannt með.
Já, takk fyrir Harpa. Ég vona að þetta svari fyrirspurninni. En orðið laust ef frekari fyrirspurnir liggja fyrir. Það er ein hönd sem ég sé upprétta. Ef það hentaði betur að sjálfsögðu, það kemur til í hljóðnemi. Takk fyrir þetta. Þessar fyrirspurnir komu frá mér sem voru lesnar upp áðan, en það voru tveim ekki svarað. Það var svarað fyrst og þriðju en ekki hvernig valið í stjórnir fákeppnisfyrirtækja á netmarkaði og það var heldur ekki svarað hvort að stjórn lífeyrissjóðsins þykir eðlilegt að lífeyrisþegar, bæði núverandi og framtíðar, greiði fyrir lífeyri sinn með því að greiða okurverð fyrir nauðsynjar. Og það er spurning það, hvort að fyrst það er ekki til síðan nefnd yfir fjárfestingar, hvort að stjórn sjóðsins telji að það væri kannski sæmra að eignir sjóðsins lægju í öðrum fyrirtækjum heldur en þeim sem á þessum fákeppnismarkaði og tækju það til og seldu eignir sínar í þeim félögum og kæmu fjárfestingu fyrir á annan og hollari hátt. Takk. Já, það er ítrekkun á fyrri spurningum. Harpa, gjörðu svo vel. Jú, takk fyrir mikið rétti, glemdi einni spurningu. Hvað varðar vali í stjórnir, að þá er kosið í stjórnir á aðalfundum félaga og við mætum þar og greiðum atkvæði og kjósum í stjórnir með þeim hætti. Þannig að það er bara sú framkvæmd sem er við höfð. Nú hvort við séum sátt við okurverð og fákeppni, þá í prinsipinu erum við ekkert sátt við það svona út frá almennum sjónarmiðum, en við teljum gott að fjárfesta í þessum félögum. Þetta eru góðar og öruggar fjárfestingar. Það er minni sveiflur í þessum félögum en mörgum öðrum því að neytendamarkaðurinn er alltaf svona keyrandi, þannig að við höfum ekki séð ástæðu til þess að breyta þessu. Öðrum kosti væri við búin að því í raun og veru, þannig að þessar ákvarðanir hafa verið teknar. Og þannig að þetta er svona stóra myndin, er eitthvað sem stjórnarformaður vil bæta við þetta. Bara ítreka það að fákeppni er náttúrulega ekki góð staða, en þetta eru stjórnvöld sem hafa eftirlit með því. Allar fjárfestingar sjóðsins í bara stöðugri endurskoðun. Við fögnum allir samkeppni og því bara meiri því betra, en eins og staðan er núna þá höfum við ekki séð tilefni til þess að fara út úr þessum félögum sem þú vísar til. En þetta er alltaf í stöðugri endurskoðun. Já, þakka ykkur fyrir. Eru frekari spurningar úr sal? Það sýnir svo ekki vera. Erum við búin að tæma þær spurningar sem hafa borist á netinu? Enga frekari spurningar sem liggja fyrir. Það er ein spurning hér, sé ég. Já, ég heiti Elsa, spyr aftur. Ég er búin að byrja að fá úr greiðslu úr sjóðinu 2018 úr báðum. Ég hafði kennt lengur og fengið borga lengur í A-sjóð heldur en B-sjóð og
og þar að auki var lífeyri, eða semst fekk maður réttindi eftir yfirvinnu líka þá, en ég fæ miklu minna út úr A-sjóð. Ég fekk álíka mikið út úr báðum sjóðum í upphafi, en nú munar mjög miklu. Það munar 100.000 krónur, það munar hjá mér. Hvað ég fæ minna úr A-sjóð. Þetta svona persónulegt að spyrja svona, en mér finnst bara sjálfsagt að gera það. Eins og ég segi að A-sjóður hafi ávaxtast betur og sé betri stað á honum, en það sést ekki í buddunni minni. Takk fyrir. Já, ég lít svo á að það hafi falist í þessu ábending til sjóðsins frekar en spurning. Ekki rétt hjá mér, Elsa? Ég vil bara spyrja af hverju það er. Já, Harpa, gjörðu svo vel. Jú, takk. Elsa, það er nú erfitt að svara þessu án þess að hafa öll gögn fyrir fram að sig, þannig að ég langar bara svona til þess að hvetja þig til að koma til okkar á Engjateiginn og setjast niður með okkar góðu ráðgjöfum sem geta skoða bara þitt mál og þína greiðslur og farið yfir þetta allt saman og skýrt þetta út frá þér þá, út frá gögnum. Það er svona, við komumst ekki lengra með þetta hér án svona frekar gagna. Sæl Elsa, Anna Björk heiti ég og er sviðsstjóri lífeyrissjóðs, þannig að mér langaði bara að fá að bæta við. Þessar deildir þær þróast eftir mjög ólíkum hætti greiðslurnar. A-deildin okkar þær þróast eftir því hvernig neysluverðsvísitala hækkar, og meðan B-deildargreiðslur geta annaðhvort þróast eftir því hvernig eftirmaðurinn í þínu starfi hækkaði eða þá eftir því hvernig launavísitala opinberra starfsmanna hækkar. Og það er bara þetta eru ekki sambærilegar vísitölur. Þannig það er mjög eðlilegt í raun og veru að B-deildin hefur hækkað umfram A-deildina, þar sem A-deildin fylgir bara neysluverðsvísitölunni. Já, takk fyrir það og ég vona að þetta svari þinni spurningu, Elsa, en hvetið annars til þess að fara í kaffi á Engjateiginn til að fá frekari svör. Hafa fundamenn frekari spurningar undir þessum liðum? Mér sýnist svo ekki vera og við erum búin að afgreiða þær spurningar sem bárust í gegnum vefgáttina, þannig að ég ætla að leyfa mér að loka þessum liðum hér. En þá stendur eftir sá liður sem er nú oft vinsalastur á fundum eins og þessum og það er önnur mál. Hafa fundarmenn nokkuð fram að færa undir liðnum önnur mál? Sýnist svo ekki vera og já, það er ein spurning hér. Elsa, gjörðu svo vel. Já, þetta hittir mér svolítið illa. Ég er nefnilega búin að hlakka til allan fundin að komast í pönnukökurnar. En það er góð ábending. Takk fyrir. En þá held ég að við höfum ekki annað á dagskrá en að fundarstjóri óskiptir heimild fundarins til að ganga frá fundargerðinni með fundarritara. Fundargerðin verður svo birt á heimasíðu sjóðsins þegar hún liggur fyrir. Og ef enginn hreyfir andmæli við þessu, þá ætla ég að fá að þakka fundarmönnum fyrir góða fundarsetu og segi þessum fundi slitið.